Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. FM 95 Blu hefur hafið göngu sína þennan frábæra föstudaginn. Það bjart og fallegt í höfuborginni. Og til þess að hafa þetta ennþá skemmtilegra, það síðasti dagurinn í þreyttast og leiðilegasta mánuð ársins. Það 31. janúar, nýr mánuður á morgun. Já, það bara hárið rétt hjá Rikki. Og við erum komnir hérna til þess að lifta landanum upp, vonandi. Það sko sturlu traffík hérna, við erum að horfa hérna, við erum með útsýni yfir Suðurlandsbrautina. Ég ekki frá því að Gilsarni sem sól og þróttaraskiltinu sinni. Já, ég var einmitt að spá í því sko. Því að það ekki langt síðan ég var hérna klukkan 4 og það var dimmt úti. Nei. Og núna sko nánast sól á þróttaramarkinu og það engin sprengilaði núna. Þannig að það er að svona að sem er eiginlega bara glata fyrir þig, af því að þetta uppáhalds orðið þitt. Já, veit ég. Eins og þið heyri kæru hlustendur, þá ekki alveg fullmannaður bátur. Skipstjóri þáttarins, hann að undirbúa sig fyrir úrslita þáttin í Allir geta dansað. Hann þurfti að vera aðeins fyrr á ferðinu upp í Gufunesi. Það með að fyrsti stýrimaðurinn mættur. Já, ástæðan fyrir því er sjálfur að fara að dansa. Já, vá, ég hlakka til að sjá það, maður. Já, og ekki Jackson. Þegar eina sem hann hefur dansað ekki tíðin Jackson. Er samt ekki blöð með moves? Nei, sko, hann bara sem Jackson. Já, bara sem Jackson. Og náttúrulega sem andlit Michael Jackson á Íslandi sem hann þá bara stöðin ekki jafn kjörkuð að taka sensinn að leyfa honum að taka Jackson í sjónvarpinu. Þannig að það þarf að gera eitthvað nýtt. Þú nú ekki að nefna veðmálasíðinu einna, en það hægt basically að betta á það hvort það blöð detti í dansinu sínum í kvöld. Já, það það stöðull 15 á blöð detti og ég var að hugsa, ok, maður renni bara, segjum að setja 1 M á það, 1 milljón farið 15 og við hendum ykkur 50 skall ykkur úling til að fella hann í kvöld. Ok, technically dettur hann það ekki. Þannig að það betti ekki komið. Jú, ég bara mér finnst þetta bara að vera frábært trikk. Og mér finnst ekki að blöð alveg að geta dottið fyrir okkur félaga. Já, ég hugsaði bara ég var að hugsa þetta í staðin fyrir að fara krókalega og tala um eitthvað krakka sem getur skvílaði setna mér. Akkur talar ekki bara þá við blöð? Já, ég ekki svona vil ég taka þátt í veðmála. Nei, en þetta getur orðið. Nei, en eins og við rættum að hann, þá getur þetta orðið spekka vafasamt ef Blöndalega detta í beinni útsendingu og allt í hennu Egill Einarsson orðið moldríkur á kantinum. Það ekkert rosalega erfitt að leggja. Nei, það að fara að dansa. Það getur dottið. Það getur dansað og getur alltaf dottið mistið og dottið. Það svoleiðis. En mér langar að spyrja ykkur strákar, ég var ekki búin að því fyrirleið þáttanins, hvernig ert þú og hvernig er vikan búin að vera? Ég hef aldrei betri. Vikan búin að vera frábær. Ég er bara búin að vera vikan mín bara búin að vera að sjá konuna minni á fjartþjálfun.is. Ég bara í því þess að dana. Það er janúar. Það er 31. Við erum klárir tennibræður. Við erum alveg til Tenerife. Já. Páskarnir var á tenni með Richard. Ég er að fara, þetta er ég er mjög oft með Rikka á tenni. Ég er mjög oft, það gerir þig annað en að fara á. Og ég meina, í síðustu ferð þá náttúrulega var datt Rikki í early blackout. Nei, það var í þar síðustu ferð Steinn, þú er ekki ljúga hérna. Málið það, ég var mér ekki til skammar í síðustu ferð. Á CV-inu þínu, þá hefur þú að þú varst. Þú myndir ekki eftir því. Nei. Þú varst í blackouti, gjössanlegu blackouti, að gefa ykkurum öpum og litlum nagri sem að geta í apagarðinu. Richard ofpeppaðist eftir Sigur United og Liverpool Mixed inn í eitt búrið. Ég megi ekkert inn í hvert ekki fara að ljúga hérna. Þú varst með þetta skammar. Nei, ég var með ekki til skammar. Ég bara ráfaði út garðinn og gerði ekki neitt sko. Varstu reiður á það? Nei, alls ekki. En nú ætla ég að taka Rikka minn í Loro Park. Og þeim hinum inn á eiginni. Ég ætla að leigja bíl, skottast með Richard. Ég ætla að hafa vel í hún og þar. Ég er farað ánga. Í alvörunni? Já. Þetta er bara stemning. Ég ætla að sjá þess að Rikki mun ekki eftir Loro Park. Nei, ég er ekkert að gera hvað hættu þessu. Ég er reyndar hlakka til því að Gilsa Travel, ég er búin að heyra svakalega hluti Gilsa Travel ferðarskjóðstofuna. Já, það verður snekkja og það verður dýragarðar og það verður svona, það verður veisla. En Steinþór, ég á eftir að spyrja þig. Þú ert velkominn þetta, þú er bara að svo vita. Já, takk fyrir það, ég hef þetta bak við það. Hvernig er þú Steinþór? Ég er bara fyllandi góður og fróandi fínn í dag. Já, ég er í ekstra miklu stuði, því að í dag er eiginlega dagur sem ég er búin að bíða svolítið eftir.
Segðu okkur Af því að það er að fara að koma fyrsta stikla, trailer af nýjum þáttum sem heita Steindakon 4:30 á eftir Þarna þegar þú ert að heimsækja öll þessi festival Já, ég fer á furðulegustu hátíðir heims og tek alltaf með mig nýja gesti og í tilefni þess að trailerin er að koma á eftir og verður frumsýndur 4:30, það er til 25 minútur þá ætlum við að gefa helling af stötu áskriftum og áskriftum á stötu marathon svo fólk sem er ekki með stötu getur hort á þáttinn. Hlakka til að sjá Steinda. Verður þetta ekki vel grillað svona hætti Steinda? Já sko, ég fer á Fettiskon, þú hefði nátt heima þar. Fettiskon? Fettiskon? Fettiskon, það bara hittist fólk, mörg þúsund manns árlega með mismunandi fettis. Hvað er það að tala um að ég sé mjög hvað fettis er ég með? Þú með fasteignasalan. Það er ekki fettis, ég gerði þetta einu sinni Steinda. Eldursporið, það er fettis. Nei, það er ekki fettis heldur. Sástu mikið að fasteignarsölum? Hellinga fasteignarsölum. Ég ætla að segja ykkur betur frá þessu ég rætti. Penn og Teller mættir hérna. Ég skal segja ykkur betur frá þessu eftir hvað ég sá og hvað ég heyrði. En ég get lofaðir þér ekki í þennan þátt, ég fór nú ekki bara þangað, þetta er bara eitt þáttur á mörgum. En á Fettiskon þá hitti ég fullt af mönnum sem voru nákvæmlega eins og þú. Elska eldursporið, elska fasteignasalan. Þú er bara Hvað er þetta að segja mér og farið okkar dæmi og voru menn klættir eins og fasteignasalar að þið eru með fettis menn voru klættir eins og stórt Í hvað bláber. landi er Fettiskon? Þetta var í Flórida, það var maður sko, sem var klættur eins og stórt bláber. Það var maður sem var bara á hestbaki á öðrum manni. Það var öðrum manni? Konur málaði sem trúðar. Þú veist, þetta er Fettiskon. Þú getur verið með Fettisvöld. Geggjað. Við þurfum að heyra þetta á eftir en það er heldur betur pakkaður þáttur framöndan kæru hlustendur. Við fórum tvisvar í klefa í dag. Hárrétt hjá þér. Meðal annars hringdu við í húsgagnaverslun. Við fórum í lið sem að Steindi, þú og Sveppi gerðu fyrst hérna í þættinum. Já, vel óþælur. Það með að Egill er að fara að búa til einhver algjör bull heitis orð yfir einhver húsgögn sem þú átt síðan að biðja nema þú sérði ekki orðin nema bara live. Egill bara semur orðin, ég bara hann snýr tölvunni, þannig að ég fá að sjá þau bara á sekundunni sem ég er að spyrja mig. Já, og ég ætla að henda ykkur í vonda þetta drengir. Alltaf skemmtilegu leiður, sérstaklega því ég þarf ekki að taka þátt í honum, ég þarf bara að halla mér í sætinu og fylgjast með. Við erum með fasta leiðin svo vennilega, hvort myndur frekar, við ætlum að fara í myndur fyrir kæst, Steinþór, þú sér það. Akkurat. Egill, ég sé að þú ert bæði með spurningakeppnina. Já, og spurt og svarað líka. Og spurt og svarað. Kemur óvart þú sett með spurt og svarað þegar ég er í þættinum. Ég held að aldrei klikkað. Ég spyr hans alltaf á 50 er spurt og svarað á morgun. Nei, það er ekkert búið að dælast inn eitthvað. Málið er það, ég talaði við Egil á hann og ég spurði hann bara, þú veist, ertu komið með eitthvað spurt og sveip og var að senda á þig? Þegar það fréttist að þú væri með þetta Akkurat þá hrúðust inn e-mail. Nú er ég Það er ekkert mál fyrir að taka þátt í þessu gríni því það er ekki um þig. Nei, ég er ekkert að þokkir. Ég bara, hann sýndi mér inboxið, það bara fylltist. Alveg frábært. Það er bara að leita ráða. Megum við samt fá að vita hvað er hins vegar konseptið í spurningakeppninni? Já, það er King of Being lagergómur. Já. Út af því þegar báður inn á lagerfélagin. Já, sjálfsög. Ég vann í rúmfattalagarnum, ég var ekkert beint á lager. Ég var lagergómur. Og sko Steindi, fólk Íslendingar veit ekki að Steindi var gómur. Hvað varst þú lagermaður? Ég er búin að vera lagermaður út allt. Ég var að vinna á Nestek, í Hagkaup og nýbröð og kjúklinga í Móum, kjúklingastanum og ég er búin að vera lagergómur bara. Ég ætla ekki að vera leiðilegur en shit hvað ég held að Steindi hafi verið lélegur starfsmaður. Af hverju segir það? Að ég bara, þú veist bara með það, þannig andlit. Ég gleymi þetta aldrei því ég var að vinna á Móum sem er kjúklingastaður í Mósbæ og það er bara svona færiband að vinna og það var svo leiðilegt þarna. Mér fannst svo leiðilegt þarna að það var enginn að tala saman og allir með bara með svona stór verkamanna headphone og í búningum og svona og þú setti kjúkling í svona bakka, svo fór hann áfram og svo var hann plastaður og svo tók einhver annar við hann og svona og þegar ég var eitthvað aðeins að fíblast og let svona kannski bara stóran kjúkling bara beint á færibandið þannig að einhver myndi taka hann upp eða taka hann upp frá hann taka upp frá hann kjúkling og eða bara plasta það drastlík og ég bara stundu setti ég bara eitthvað, ég setti veski mitt eins og grínisti og þá bara svona slögt á vinnuvélunum og maður var kallaður eitthvað inn og maður tekinn á teppi og það var einhvern veginn enginn að djóka svo var ég að vinna náttúrulega í Hagkaup og ég var í kerrónum þar á sínum tíma og ég rispaði þrjá bíla og var ekinn og ég er búin að vera voru rosalega vondan fyrir. Já, ég held nefnilega að þetta sé algjörlega 50-50 það er þetta Íslandingur heldur ekki pakki þessu en það Steindi er náttúrulega
reynslu mikill lagergómur Já. Þannig að ég er mjög peppaður Kemur alls saman í ljós FM 95 blöð, góðir hálsar, farið af stað. Það er veistla fyrir ykkur og ég ætla bara að byrja á besta lagi stöðvarnar, The Weeknd. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. Þetta er besta lagið á stöðun í dag, The Weeknd, Blinding Lights heitir þetta. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum í góðum gýr, drengirnir, Já. og verðum með mjög svo flottan þátt. En það er komið að slúðri, eins og alltaf Aha. á þessum tíma. Gossip. Ég er með ágætispakka. Við byrjum á Adam Sandler. Adam Sandler? Ég er rosalega gaman Ekkert að fara að segja eitthvað slæmt Sandler Nei, nefnilega alls ekki sko. Nei. Það var nefnilega að detta inn ný bíómynd með Adam Sandler á Netflix. Já. Hún heitir Uncut Gems. Er hún komin á Netflix? Já, hún er komin. Og Það er svoleiðis. Ég er búin að sjá þessa mynd ertu búin að sjá hana? Já. Hún er alveg geggjuð. Er hún góð í alvörinu? Já, hún er bara geðvig. Og hann er gjörsanlega frábær inni sko. Sko, málið er hann er búin að fá okkar last af því að þetta er ekki gammynd. Nei. Wow, hörðu, þetta er enda hún að fara svakalega dóma Nei, þetta er ekki gammynd sko. Þetta er crime, drama og thriller Málið Sko, er þetta það fær 90 á metaskóru IMDb sem er eitt hæsta skór sem ég séð Mér fannst meira þess að bara svolítið unfair að hann hafi ekki fengið tilnefningu fyrir myndina Ok, þú ert ekki að tjóka. A nanosecond Það var nefnilega einhver Allt niður því Hann er frábær Málið er Hvenær að sást þú þetta? Ég er bara Hún er löngu komin út sko. Rikki var að segja að koma Netflix Nei, hún er bara komin og streymisöldunum Netflix. Það er ekkert Já, en þú veist, hún er samt komin skilur Hvað, varst það niðurhalinni? Nei, Varst það hala niður? Stóni fann að svitna á enninu þetta núna. Ég veit ekki hverju sá hana. Nei, Ég bara, já, þú veist, bara sást hana? Nei, þú veist, ég bara horfði á hana heima hjá mér. Já, Ég veit já. bara ekki alveg hvernig ég horfði á hana. Fréttin sem ég er að Ég er með lesa- margar aðferðir til að horfa á Hún kom drast. í sýningur í korteri síðan Fréttin Þú var samt búin að sjá hann Fréttin sem ég voru að lesa er frá deginum í dag klukkan 14.30. Hún var að dettin á Netflix. Nei, langt sér komin. Þetta er gömul mynd. Hvað sástu hana, segirðu? En strákar, ég ætla að segja ykkur eitt. Já, Þetta er- lögreglan og leðinu og handtækjaði En strákar, maður segja ykkur eitt. Já. Þessi mynd, hún er sko fyrir þá sem eru viðkvæmir fyrir miklu áreiti. Þá er ég að tala um sko þessi mynd er allan tíman í botni sko. Það er bara það er aksjón, handheld kamera, það er kliður, það er áreiti á Sandler og öllum áttum. Þeir sem elska þannig stöf, þeir eftir að dýrka hana. Hvað hann er nú ekki mikið verið í thrillerum. Nei, hann hefur ekki hann alltaf sló í gegn í drama hvað heitir hann aftur Punch Drunk Love eða ekki Já, eitthvað svo leiðis. sem var geggjuð og Ég er ekki sem við vissum ég að sé það sko. Nei, hann er geggjaður henni og hann er geggjaður sem myndi, ég mæli við henni. Það er nefnilega það Er betri en Waterboy eða? Já, Nei, betri en Waterboy. Frábær bíómynd Já, sko. en Waterboy strákar, þú veist, Waterboy, já, hún er náttúrulega bara, þetta er bara Sandlerinn, ég meina Billy Madison, einn besta mynd sem gerðu verið og svo leiðis, en þessi mynd er samt svolítið annað, sko, Já. öðru leveli. Herðu, Betri en Waterboy sem. Já, hún er betri en Waterboy. við ætlum að fara næst í Jessica Simpson. Vitið hvað Jessica Simpson er? Já, Já, þú sagði mér daginn þú er búin að hrista þig yfir henni Richard Hvernig sagði þér það? Ha? Akkur er það ljú alltaf Nei, yfir? ok. Vola Já, lígur alltaf Þú mikið. sagði ekki hérna áður mæjungu daginn Hæ? Ok, hei Nei Hvað? Ég sverða Steinþór, ég sagði það ekki. Nei. Þú þekkjur hann að mann ekki neitt eða? Ekkert þetta maður þekkir Já, það Hann skamma bara lígur. En byrju, þetta er náttúrulega bara, Ég sagði það ekki. en byrju, hvar hefði það verið? Bara í einhverju- Ég sagði þetta hverki. Hann er bara að reyna að búa eitthvað til hérna. Ég þekki hann. Ég mögulega ruglaðist og það er að æsa sig Ég Byrjaði að keislu það Nei, ég er ekki byrjar að kestu. Ekki að fara að gera það á næstun heldur. Ertu komin að stera það? Nei, ég er ekki komin á stera. Býtu, ef þú ert komin að stera það, vill ég vita. Ég skal bara láta. Snappaði allir núna Já, Ég snappa Þú þegar varst þú að byrjar alltaf að ljú upp á mig. Þú fékkst Og þetta hristaði yfir hennum daginn. Þú fekk sterakast akkurat um það. Ég fæ ekki, ég er bara þólið í. Og Herðu. hvað er að fetta Jessica? Jessica Simpson, hún mætti mökkuð í viðtal til Ellen DeGeneres. Og það gerist henni svolítið síðan. Það er ekkert að því Nei. Fengi sinna þessu Hún fór í meðferð eftir þáttinn. Hún búin að vera edrú síðan. Það er svoleiðis Já. Já, hún segist þegar henni líður illa og hún langar að fara að fá sér í glas, þá horfur hún aftur á viðtalið. Já. Af því að hún var í rauninni grænlensk. Býtu, en var hún setið skammar eða hvað? Ég hef ekki séð. Þetta er ekkert sem Sagði tekið fram Ellen núna. en ekkert að bara fá sér vassopa og taka sem að pásu og Móla er fólk alltaf fljótt að Ég misti á þessu Já, en ég menna við Hefur þú mætt drukkin í viðtal, Steinþór? Nei, ég held ég hef aldrei mætt drukkin í Jú, býttu, ég hef nú kannski Ég man eftir því þegar ég var með útvarsátt á X-inu
þá einhvern tíma fekk ég Stein Ármann á sínum tíma bara, þetta náttúrulega bara 10 ár síðan eða eitthvað þá var ég bara einn og ég fekk Stein Ármann og ég var enginn að pæli mér sko þá held ég að við höfum kannski tekið saman sikkur að kippuna og glimt svolítið að setja auglýsingar og ég man alltaf eftir að Frosti eða Mána einhver sparr dundraði upp hurðinni og sagði mér að drullast til að setja á lag þá var ég búin að vera að röfla í klukkutíma við Stein Ármann og ég komið svo djúpt í þetta grín að við vorum sko varðið að tala um grín sem engin annar hefði séð nema bara svo 10 manns á Íslandi afi minn safnaði Vaff og S-bólum og ég komst í allt gaman hefur að sjá Mána 140 kilo spark upp hurðin á þeim tíma maður sett á lag sé mig á 7. bjór að tala um einhverja grínþætti frá 92 hann var bara Gils, hefur þú mætt fullur í viðtal? Ekki viðtal held ég Nei Ekki við og ferði, veist eins og þetta Lói Beinni í gamla daga, þú veist, þegar hann með viðtalstátt þá var Lói alltaf að vöku að liðið aðeins backstage að það var kannski 1-2 komnir í því sko, þú fótt aldrei mökkaði fram. Ég var einhvern tímann hjá Lógarendar alveg svona, já, ég hefði ekkert mátt fá mig mikið meira. Það er svona þess. Já, maður var oft bara, þú veist, svo tefstitt einhvern meginn og maður er kannski komin á 4. eða 5. Ég tók einu svona þátt í, veistu hver ég var sjónvarpsþættinum hjá Sigga Hlu, Jó Tómas Ingi Tómasson, það var komið vel í Richard. Já, ég gagginni ekki Richard. Það var líka gert. Þú mátt nú heldur ekki bara þefa tappa, þá ertu komin í það sko. Herru, það er kjaftaði, það er löngu búið. Það var í gamla dag. Það var í gamla dag. Það var hættur að vera hæna. Það er langt síðan. Nei. Komið þóli hann. Ertu að segja mér og sett ekki að víndreipast í Allsber í Keiluhöllinni? Það var á Rauða Ljóninu, Steinþór, Class Clown. Það var mig girt niður þessi þar. Ég var ekki með girt niður með heldur. Ég varst mig smá neppa tölun. Ég var búin að neppa hans frá buksunum. Og lástu það neina bæði það? Ég láð þannig á klósti. Klukkan var 20:30. En það er 2014 sko. Það er svolítið síðan. Það var að hlæði hristi ekki að það? Nei, ég var ekki að fara. Hvað þarf ég að, má ég posta eitthvað tíma þeirri mynd? Nei, þú mátt ekki. Jú, þú mátt posta henni eitthvað tíman. Áttu myndaði? En ég skal bara gefa grænt það það má. Herðu, síðasti mólin, tónlistamæðurinn Ozzy Osbourne, hann var í viðtali núna við Kerrang á dögunum og hann sagðist bara vera að bíða eftir því að deyja. Hann var ekki hræddur við það. Hann væri búin að gera allt sem hann væri búin að gera og þyrfti að gera. Hann er með Alzheimer. Hann er komið með Parkinson. Já, Parkinson, já, hann er Parkinson. Ok, og hann segist bara að bíða eftir því að Já, hann er bara að bíða eftir kallinu og hann segir ég er búin að vinna í raun allt sem ég langar að vinna og gera allt sem ég langar að gera og ég er bara klár. Uppbyggilegt og jákvæmt og skemmtilegt slúður en það höfður á föstudegi. Herri, en býttu, þú ert ekki með bíberinn? Ekki með bíberinn og fólk að deyja og fólk að mæta mökka í við töl og Já, það er mánudagur Ég meina, Ozzy Osbourne er ekki dáin heilt sko. Nei, það er svona þú Hann bara segja, hann er bara, ég var að tala um hvað hann er jákvæður Já, hann er bara til í þetta En Richard, það sem ég er að benda þér á að með bíberinn, það er ótrúlega þú sért ekki með að móla Nú, ok að þegar ég er búin að vera að segja núna í síðustu, hvað svona, 3 þáttum við erum búin að rífast mikið um Justin Bieber okay. að því að Egill og Öddi, þeir eru harðir á því að Bieberinn sé toppmálum eins og staðin er í dag Já, ég held ekki Já, heldur ekki Sko, ég kallaði það fyrir Egill, hvenær kallaði ég þetta? Ég kallaði þetta fyrir svo 2 vikum Þá sagði ég, það sem mun gerast í þessu máli núna er að Justin Bieber er búin að vera dælunni Við erum að tala um það er mín kenning Já. og hann er búin að vera sko spreyta sér í hælinn á dælunni og þú veist, bensíni jafnvel og ég sagði, og hann er orðin núna og svo trúaður og allt þetta og ég sagði við strákana, bíðið þið bara það kemur heimildamynd Justin Bieber eftir korter það sem að hann mun taka heimildamynd þætti jafnvel það sem hann mun segja hægt og rólega frá því hvernig hann lendi í ykkur tómuvesinni og er búin að vinna sér samt aftur upp Fyrsti þáttur kom í gær Þetta segir mér þetta sem komið það Nei, fyrsti þáttur kom í 3 dögum sig Ég er að horfa á þetta núna, heitir Leaving the Spotlight Justin Bieber Season þáttur 1 með 18 miljónir views á YouTube Við verðum að gefa Steinþóru þetta Þannig að hann gaf þetta út á YouTube Hann hendi sér bara út, heimildamind á YouTube Þetta er ótrúlegt sko og þetta var það sem ég kallaði Þú ert svona slúður snill Þú kallar allan anskotur Ég er líka búin að segja að Brad og Aniston séu löngu byrjuð saman Þau eru bara eftir að kasta því át þér Ég er búin að segja það í 2 mánuði En sko, hvernig fór hann að fá Hann er komið með 90 núna views á YouTube á 3 dögum eða Já Það er ratio Það er alveg ratio Þetta var Ég er að viðurkenna það Steindi enn og aftur Hittur hann naglan á höfuði með slúrið Já, þetta er þannig Og ég ætla bara ég ætla að halda áfram að spá fyrir þessu En við höldum með honum, skiljur Við höldum með Bieber, við erum believers En þetta var vitað Þetta var slúðrið í dag, hér eftir smástund Hvort myndur frekar Rikkastæl Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu Það held ég að hlusta á FM 95 Blu Við erum vinna 3 félagarnir Við höfum aldrei verið betri Það er fössari Menn og létsi 6,5
Ekki, það sé ekki góð Já, mú fín Ég getur fýtt svona Þeir eru fættir að gefa enganir fyrir opnanir Já, ég gefa svo 6 Ég getur fýtt svona einhver diskjokkin í FM-stúdíun klukkutíma helgar eða eitthvað Já, Klukkutíma helgar Ég veit 7-8 lög 7, þættin er aðeins lengri en það Gilsari ég veit nú ekki með klukkutíma sko. Það er þetta rosalegt Steindi, hérna, þú sagði hans í upphafi þáttar Einmitt að það er að dettin trailer af nýju þáttaröðu hjá þér sem heitir Steindakan Steindakan, já og þetta er sem sagt ný sería sem er að hefjast 14. febrúar á Stöð 2 Ég er ekkert eðlilega spenntur fyrir Já, það er bara til 2 vikur og þetta er sem sagt sería sem fjallar um það Ég er búin að vera að taka hana jafn óðum upp síðasta ár Þannig að ég fer á 6 Ég fór basically bara á Google og googlaði furðulegustu hátíðir veraldar og svo fer ég bara á þær og ég valdi 6 furðulegar hátíðir til að fara á og ég tek 6 mismunandi gesti með mér í hvert skipti. Hver var furðulegasta hátíðin sem þú fórst á? Sko furðulegasta hátíð, ég fór á helviti furðulegar hátíðir, veist, ég fór á UFO Convention með Bergi Ebba og þá var ég að tala til dæmis bara um fólk sem var sko heldur því fram að því hafi verið rænt að gemurum. Bara, ég var að segja bara hvernig að settu butana í kokið á þeim og gerðu þetta og gerðu á þeim rannsóknir og jari og þetta var bara hæstaréttarlögum en segja þetta þetta er mjög dúbjus bara svona hámennta fólk mætt til að segja Ég held að segja alveg góða líkur að það gerst Já, minna, við bara fórum við leiðum okkur enda blæjubíl og sem var geggjað og keyrðum fórum, tókum bara Nevada og reyndum að krassa Area 51 að sjálfsögðu Þannig að þetta er allt í þættinu Fettistáttunum, með hverjum fórst í fettistáttin? Ég fór með konunum mín á fettiskonu Wow Ég hugsaði, ég get ekki tekið neitt af vini mínum þanga Nei Ég myndi að ég og Sveppi á fettiskonu Það verður ekki ekki Já, en þessi þáttur er samt eiginlega bara, ég held að verði seint toppaður að það var hlutinni sem að sá átnastrákar og heyrði En þú ætlar að gefa Íslandingum free shit eða ekki? Jó, ég ætla að gefa Íslandingum free shit að Það er komið inn á, Facebook síðu Stöð 2 Já, basically, þetta er náttúrulega þetta eru bara þætti fyrir alla þannig að hendar öll þannig að og ég fer fullt af góðu liði það er Anna Svava, Dóri Dina, Bergur Ebbi ég fyrir með mömmu minn og keppi í heimsmeistarabótin í lúfgítar ég lakka til að sjá það meðal annars og þetta eru rosaleg festival sem við fer á og við vorum að henda út trailer inn á Stöð 2 Facebook síðu Stöð 2 og hann var líka einnig að dettin á vísi.is trailerinn og það er svoleiðis og við erum að gefa inn á Facebook síðu Stöð 2 áskrift af Stöð 2 nokkrar og inn á marathoni þannig að ef það er einhverjar fjölskyldur á núti sem vilja sjá þáttinn er ekki með Stöð 2 Ef fólk elskar free shit og ferða þannig á Facebook síðu Stöð 2 lækar þessa fæslu, takkar einhvern vinn og vinnur free shit Þetta er eiginlega svolítið sko. og þetta er enda reitt svalaðist trailer bara sem ég sé á ævi minni sko. Ég er að horfa núna bara með einhver hljóði sko. Ég ætla að keyra hljóða á þetta eftir við þurfum að þú ert að tjekka á þessu Já, en ég hvet fólk til að henda sér inn á Facebook síðuna eða á vísi, taka þátt í þessum geggjaða leik og bara sjá hann sturlaða trailer Ég er ekkit eðlilega spenntur að frumsynna þáttinn Hlakka til að sjá þetta og væntanlega flestir hérna úti eftir smástund þá ætla ég að henda strákunum í hvort myndur frekar Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu Þú ert að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957 síðasti dagur í janúarmánaðar og við erum hér í hörkugýr drengirnir og það er komið að því að fara í hvort myndur frekar Það er þannig Hvað segir þið? Hver ætlar að vera með Ég ætla að taka það í dag Þú ætlar að taka það í dag Ekki alltaf verið með mjög erfiða kenni Ég líka fæ að vera sjaldan einna þannig að ég er oft bara klár með hluti sem ég bara fatta skrifa þetta niður og bara næst ég ætla að vera þá ætla ég að henda þessu í loftið Það með að strákar, þið þurfa að vera sængjarnir, þið þurfa að svara Og ég er með góða fréttir víst líka Klukkan er 16:35 og það er ekki orðið dimmt Alls ekki sem er veistla Það er langt frá að vera orðið dimmt Það er svo það er Eru þið tilbúinir strákar? Við erum klárir Hvort mynduð þið frekar? Mega aldrei stunda kynlíf með konun ykkar þar sem eftir er eða stunda kynlíf einu sinni með náskyldu ættmenni ykkar að eigin vali sem enginn kemst að og þá eru þið frjálsir að gera hvað sem er með frúnni Jésús, Riki, við heldum á ætlaðar að koma inn í dag og reyna að vera svona frekar eðlur Hvað? Hvað mennur? Bara einu sem við byggjum Já, ég menna, þetta er bara minn leikur Við þurfum að velja Og þetta byrði okkur að stunda samlíf með ættingja Já, en að eigin vali Já, frábært Frábært að fá ættingja eigin vali, Richard
Það gerir þetta miklu eðlilegra. Já, ég meina, en þú átt annan valkost. Hversu náskildur ættingi, þú veist Náskildur er alltaf náskildur. Já, það þarf að vera alveg náskild. Já, þú veist, þetta þarf ekki basically að vera systkinabödd basically, já. Ekki lengra en það. Helst ekki, nei. Það er ekki náskild. Og þú annars máttu bara aldrei sofa í að konuðin aftur. Nei. Þannig að ég ringi tel með frængu og gerum smá samning. Þá er þetta mál leist. Já, og góða við það, ég er að bjóða ykkur þetta mun aldrei komast upp. Já, frábært ekki, þú geggja það. Góða við það. Takk fyrir það, Richard. Ok, hvað ert þú svona að hugsa um? Hvað er ég að hugsa um? Ég er bara að hugsa um hvað þetta er hræðilegu dagskáliður og ekki heim. Það er það sem ég hugsa um. Hvað er þú að hugsa um? Já, sko ég veit ekki, þetta er náttúrulega hræðilegir optionar. Nei, ég meina þú veist, þú getur það ekkert maður. Bara aldrei aftur samlíf með konuðinni. Og það er nú partur af að vera giftur að þú ekki vel ekki, það er smikið að samlífi sko. Já, ég meina og þér langa vantali eitt gríslingi viðbót eða eitthvað. Þú veist að samlífin í eldhús og samlíf alltaf þar. Já, ég kannski ekki til öllum inn í eldhús alltaf, en það er hjá einhverjum á okkur. Já, við erum ekki að fara í þá sálma. Þið þurfa að velja. Þetta er rosalega Steinþór Þú svarar fyrstur í dag. Það er ég að byrja í dag. Ég er oft fljótur, ég er alltaf fljótur að svara með þessu. Ok, hvað, þetta er hérna Þú bara svarar þessu kall. Sko, ég þetta er óþægilegt. Hvað þarf ég að byrja? Ég er hugsa Þetta má ekki vera fjarskildar en sískinaböld, segir þú? Nei, náskild. Ekki systir, ég er ekki að byrja um að ringi Hildi. Nei, takk fyrir það. Já, en strákar, málega er að það er alveg hægt að gera það bara ímislegt annað en akkurat að stunda kynn. Ég er bara að segja Ég var ekki að segja að þú veist það er að fara bara í kringum það einhvern veginn. Já, þá að Ég veit ekkert, ég er bara að segja, þú veist ég er að velta stein. Já, ég sagði, ég bara, hvað er þetta að pæla í? Strákar, ég verði að fá svar. Já, Egill, klára þetta bara. Egill Já Steinþór, hvað ætlum þú ekki að segja við þessu? Já, við getum Ég ringi bara í áspjöldfrænda og við tökum klukkutíma félag. Þetta var ekki að fara að segja þetta líka. Eitt frændi minn, ég á frænda sem er sjómaður, honum finnst þetta örugglega ekkert mál. Új, bara Næstu spurningur ekki og hafa það eðlilega. Já, ég skal, hún er frekar eðlilega. Það er ekki eðlilega. Hvort myndið þið frekar upplifa sprengilæð á hverjum degi 3 ár samfleitt og vera fastir á Íslandi? Ég elska að góða sprengilæð, ég vil þetta. Eða vera með millinafnið Petó næstu 10 árin löglega. Hvað sagður þau fyrst? Upplifa sprengilæð? Það er bara sprengilæð. Það er bara nánast ófært og bara fárviðri 3 ár samflætt, alla daga ársins í 3 ár. Það væri bara kósí maður. Við erum heima og kerti. Heima, þú ert í vinnu, Steinþór, og það er að halda áfram með lífið. Bara lífið verður ein stór sprengilæð. Já. Þú var samt að skila vinnu, sko. Það er ekki ófært, en það er bara... Ég kemst alveg í vinnuna, sko. Það er bara svo þreytt hjá heim. Ég er upp í Kórakverið þarna, efst uppi. Og þegar það blæs hérna neyðri hjá ykkur, sko, það settu sinnum 10 og það hjá mér. Já, ég bý á þessu svæði, Egill, ég þekki þetta. Ég lofa að hvassa er á mér í Östurkornum, sko. Það með að annarkvæmt sprengilæð 3 ár samfleitt eða millinafnið Petó. Helviti slæmt millinafn, sko. Já, við veljum Egill Petó Einarsson. Já, það er viðbjóður að vera kallað það. Ef ég setja inn bara og það er aðna, ég nota það aldrei. Já, ég meina það er bara, það er flett upp kennitölunni. Það er bara, ég veist, aðalega það. Þú heitir þetta bara. Já, þetta er nafni. Og þú þarft að heita þetta á Facebook og Twitter. En má ég fætti tenni með að sprengilega á Íslandi? Nei. Þú ert bara fastur hérna. Bættu Petó var í kvelli. Tek þann skell. Steinþór. Ég verði að taka. Mér finnst þessi sprengilega ekkert vera neitt. Mér finnst alltaf vera á mont viður, sko. Já, sprengilaði samt að komið ein sprengilaði núna í janúar, sko. Það var ramaslust í 6 daga á nokkrum stöðum, sko. Já, það var allt í lagi í Mosó. Það var ekkert gangið það, sko. Ég hugsi, ég taki bara sprengilaðina. Þú tekur sprengilaðina. Þú hendir Sauðárkróki og Skaga fyrir undir rútuna. Þú sérði ekki sól í 3 ár. Ég bara ferðast aðeins. Mátt ekki ferðast? Nú má maður ekki ferðast. Nei, þú ert fastur inn í 3 ár. Maður hugsa að ég taki nafni.
þá er það síðasta Hvort myndið þið frekar vera með risastóra vörtu á nefinu sem kemur reglulega sýking í það sem eftir er eða gefa sveppa krull hamingju saman endi sem verður þá ekki búin að baða sig í 30 daga Hvað varst að reykja og gerði þetta? Hvað varst að kýla í rauða skúringa réttur þú þáttu það? En ég blá eitru Vörtu á nefinu að eilífu Kraft af kýli á nefinu sem kemur reglulega sýking í Eilífu eða hrista sveppa Barnastjörnu sveppa Þú veist að tala um að fróa barnastjörnu í beitum Ég var ekki að segja það, ég sagði að gefa hann hamingju saman endi Hvað þýðir það? Og hann verður þá ekki búinn að fara í bað í 30 daga Já, en þú talar ekki kringum þetta, hvað þýðir þetta sem þú varst að beða? Ég er ekki að fara að segja þetta upphátt Ég bara sagði þið viti hvað hamingju saman endir þýðir Já, þú veist, maður myndi gera það 100%. En má maður með, veist, plasthanska? Nei. Nei. En hvernig heldur þið að sveppi sé eftir 30 dagum sem verið í bað? Maður myndi bara loka augunum, gera þetta og þósum hendur þar. Sveppi myndi hafa gaman að þessu. Já, hann myndi hafa 100% gaman að þessu. Hægst að setja í hann að það sko. Ég geti hringt í það núna og hvernig það var að klára þetta myndi segja á gíkt yfir. Það ekkert þessu. Þetta var hvort myndur frekar þitt ekki báðu vantilega sveppa gerir ráð fyrir. Var þetta ekki bara nokkuð settlegt í dag? Ég get lofa Nei, það var ekki settlegt í dag. Hann myndi ekki segja stöktu bara yfir sko. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu FM 95 Blu hér á FM 957 og nú eru við strákanir komnir inn í klefa. Það er svolítið svoleiðis. Já, þar líður okkur oft best. Já, inn í klefanum. Og þú veist, það er nú gaman líka að segja frá því að við erum búin að finna upp þetta orð, klefi. Já. Það gerir þetta svolítið fyrir, svona skemmtilegt og spennandi. En hér fara fram bara heiðaleg símaðut. Já, bara nokkulega þannig. Það er ekki bara svolítið þannig. Sko, Steindi, ég viðurkenni síðast þegar ég stýri þættinum að því alltaf þegar ég hef stýrt þá höfum við ekkert alltaf náða að vera saman. Og ég hef alltaf hent agli í svona lið sem heitir vonda atið. Já, já. Egill hefur verið mjög góður í því og hann gengur þetta það, vilt þú útskýra fyrir Steindóri? Þetta er bara barnalegur liður, veist, og hérna, þetta er, maður líður hræðilega í þessu. Já, við gerum þetta þegar við hringdum einhvern daginn, er þetta ekki basically bara, þú veist, þú hringir einhver. Rikki, viltu vinna með raskat, það minnur svolítið með raskat. Viltu vinna með það í dagleiki? Vinna með raskat? Já, málið er það, ég ætla að henda þér í vondaatið í dag, Steindór. Fæ ég frí? Já, þú fær frí. Nei, já það. Sko, það sem þú ert svo góður í, Steindór, þú ert svo góður að tefja hlutina, af því að málið það, punkturinn minn í þessu, að vita allir að núti sem er að hlusta, þú ert að fara að biðja eitthvað hvort þú hefði gleymt raskatunar, hvort þú ert að fara að sauma á þér raskatið. Það er allir að biðja eftir þessu, en við viljum ekki fá það strax inn í símtalið. Við viljum reyna að tefja þetta eins og getur. Ok, þannig að ég þarf að láta hann hanga á línunni. Og reyna að láta hann hanga eins lengi og hann getur. Sko, og það sem þitt í dag, ég ætla að láta þér hringja á smurstuð. Ég þarf í raunin ekki að segja þér meira. Nei, ég veit bara nákvæmlega hvað þú ert að hugsa. Þú ert að fara að biðja um að láta smyrja á þér. Já, þetta verður viðbjóður. Þetta verður vont. Við skulum, ertu klár, Steinþór? Ég er klár. Ég er auðvitað sem að hringja hérna á Smurstuðunklöpp. Já, ég er að spója þér á Bjössi í dag. Smurstuðunklöpp. Já, halló, mikið svarið ég alltaf seint þarna hjá okkur. Hörðu, Bjössi heit ég og ég þarf að fá að komast í smurningu hjá okkur. Já. Og hvað, hvenær eru þið svona aðalega að smyrja? Sko, í dag lókuðu 4. Það lókuðu 4 í dag? Já. Þannig að ef þú kemur núna, þá getur þú komið. Já, en þið smyrjið hérna fullu, þið eru alltaf að smyrja. Jú, allir daga. Já, það er... Það byrjum 8 mótnuna til 6 á daginn, eða síðustu bíltekinni 5:30. Já, það er helviti langt síðan ég komst í góða smörningu. Hvað er það að smyrja svona aðalega þarna? Hvernig bíl ertu með? Bíl? Já. Hvað meinar þau? Hvað segir þú? Hvað áttu þið? Áttu að smyrja bílinn eða? Smyrja bílinn minn? Nei. En hvað að gera fyrir þig? Nú, eru þið ekki að bjóða upp á smörningu þarna? Smörningu? Eru þið ekki að smyrja? Jú, smyrja bíla. Við smyrjum ekki brauð, sko. Hvað segirðu? Við smyrjum ekki brauð. Nei, ég veit nú að þið smyrjið ekki brauð. Ég er nú ekki inn kjáni. En þið smyrjið ekki bara bíla. Er ekki hægt að komast til ykkar í smörningu? Jú, en... Hæ? Er hægt að komast til ykkar þá í smörningu ef maður kemur fyrir 4:00? Já, að smyrja bílinn. Smyrjið þið bara bíla? Já. Þið eru ekki að bjóða upp á bara smörningar þetta?
Ég bara skilur ekki. Nei, ég er svona, var nú að leitast eftir öðru. Öðru? Já, ég var að hugsa hvort þið gætu ekki smurt. Ég skilur ekki, ég hef allt annað að gera hérna að hlusta svona við þessu. Já, ég sagði hvort þið gætu ekki örugglega smurt. Jú, við smyrjum bíla. Já, en gætu þið ekki bara smurt? Já, við smyrjum með smurtbissu, jú. Já, ég er nú aðalega að hvort þið gætu smurt. Hvað var það að láta smyrja vinnur? Já, ég var nú svona aðalega að hugsa að láta smyrja með raskatið. Já, þú ert svona sniður. Já. Og eru þið ekkert í því að... Nei, það er ekkert svo leiðis hérna. Ef maður þyrst að koma og láta smyrja sér raskatið. Þetta var það versta sem ég... Þetta var það versta sem ég lendi. Þetta er hræðilegt. Það var svo pirraður. Þetta var versta. Þetta er ástæða fyrir þetta kallavonda. Þetta er ástæða fyrir þetta. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957. Þeir eru drengir, trailerin er komin út á Facebook síðu Stöð 2 og það er leikur í gangi, verið að gefa áskriftir á Stöð 2 og Stöð 2 Marathon þannig að fólk geti hort á Steindakon þegar þættirnir hefjast. Endilega hrúið ykkur hangað inn og takkið þátt. Það verður að gefa free cash. Já, ég er ánægður með sína að vera að gefa áskriftir. Þetta er geggja. Það er bara í lagi, herðu, það er komið að dagskrárlið sem ég reyndar hræðist hann ekki jafn mikið og spurt og svarað. Ég hræðist hann ekki, þetta er King of Lagergómur. Það er ekkit, þú veist sko, að mikið að lagergómum að hlusta. Þannig ég vil að þeir takki sluð þátt í þessu líka. Takk hvað að fara marga punta. Þetta er gaman. Ég og Steindi hefum það náttúrulega báðið samanlegt. Við höfum í basically á lager, já. Ég var á lagerinu minni 5 ár, ég hef velun. Fyrir hvað? Fyrir að vera búin að vinna í 5 ár. Fyrir að vera búin að vinna í 5 ár á lager? Já, þú vinnir í 5 ár, þá farðu velun. Bara þú vinnir í 5 ár, gjör svo vel. Hvað fékkstu? Þú veist, þú fara Gold Watch. Hvað fékkst þú? Það var ekki að Gold Watch. Því miður. Ég var IKEA. Hvað fékkstu? En sko síðan fyrir líka velun og varst nú inn í 10 ár. Ég náði því ekki því miður sko. Nei. En ég var fínt lagergómur sko. Ég myndi ekki að fá slatta punktum hana. Segjum að þú er ekki orðið hot celebrity og verður ennþá á lagurnum í IKEA þetta. Hvernig væri Gilsi? Frábær. Gilsi væri frábær. Já, bara og líka til að fá þetta hreint að vera lagergómur í jákvætt. Já, algjörlega. Ég skemmti með konunglega þess ár sem ég vann í Rúmfó. Mikið skemmtilegu fólki með mér í IKEA sem ég sakna. Herru, ok, það er King of Lagergómur. Ekki að byrja þessa spurningu hérna. Ok, og þið kunnið þetta. Þetta er svolítið margar spurningar og ég hafði ekki tíma til þess að kötta hann niður. Byrjum þetta bara. Sko, hefur þú tekið Billy bókaskáp úr efstu hillu á lagurnum í IKEA? Nei, vittlisingur, við höfum hvorur unnið í IKEA. Við vorum ekki að vinna þetta. Nei, þetta er bara... Það þarf ekki liftara. Jú. Ég meina, kunnar geti ekkert farið bara í það. Nei, þú veist. Já, ég meina, hann er basically að stæra sjálfan sig. En hafið þið unnið á liftara? Já, ég hef ekki með liftaraprófin. Jú, ég hef tekið dót niður með liftara. Já, ég var líka... Já, maður hefur lendið að grípa í liftara. Hvað segirðu? Hvað tókstu niður í rúmfattalega manna? Ég tók niður einhverja hillusamstæðu Annað en buxurnar. Steinþór Új, bara stammar Új, það var svo vond. Já, þetta hlýtur að koma þetta smá. 0-0. Hefur þið farið í keilu? Ha, já. Hefur þið farið bara í keilu? Já, lagergómurinn elskar keilu sko. Það er ekkert sem gómurinn elskar meira en það sé góða keilu sko. Þetta sé góða keilu. Já, ég hef hent mér í góða keilu. Hvert er þessi spurning að gefa að fara? Já, ég meina þú veist það er ógeðslega gaman í góðri keilu. Já, ég elska keilu. Það sem lagergómurinn gerir, hann er að mæta í vinnuna, það er ekki? Ég er lélegasti keilari landsins, ég elska það. Já, ég meina eiginlega meina að það sem lagergómurinn gerir þegar hann er ekki á lagarnum þá fer hann í keilu. Já, það er í keilu. Hefur þið farið í limmu? Já. Gómurinn elskar limmu. Þú veist að hann helst ferðast bara með limmu. Já, helst ferðast bara með limmu. Sérðu hvað hann er að vinna þetta hægt upp. En á ég segja þér eitt þú veist það er ekki hægt að fara í limmosvíð á Íslandag. Jú, Logi Gess á limmu. Ha, á hann limmu? Já, keypti limmu. Já, ok, þú veist að þú átt limmu getur þú farið í hana. En þú getur ekki hringt og leikt limmu. Ég hef farið í limmu, ég leiði limmu fyrir 7 félaga því ég var tvítur og fór hann á Club Opus. Já, varstu að laga komin tvítur? Já. Thank you, Richard. Já, það er ekkert hallarslir í dag. Og fórst í keilu? Árið 2020 að fara í limmu. Nei, fórum ekki í keilu reyndar. Ok.
Þetta fóruður ekki að rúnda bílasum. Við fórum við rúndum í hennar klukktíma sem við áttum. Hefur þú girt niðurúði í vinnunni? Ég ætti að tala fyrir utan það bara að fara á klóstið. Spurningin bara, hefur þú girt niðurúði í vinnunni? Já, ég hef gert það. Já, þú veist að hafa allir fara á klóstið í vinnunni. Þetta er bara einföld spurning. Já, auðvitað. Steinþór, getur þú spara okkur tíma ekki leikað heimskan? Þú veist alveg hvað spurningin fjallar um? Nei. Gerðu það fyrir mig, ekki leikað heimskan. Já, nei, þess vegna var ég að spyrja. Við erum búin að klára þetta. Já, ef hún fallaði það, þá Þú veist alveg hvernig að spyrja það. Ekki þú ekki að það fara að íta undir kjaftaðið. Nei, ég er að segja, þú veist, ég hef farið á klósetti í vinnunni. Já, þú veist að það er ekki spurningin. Byrju, varst þú að ertu að segja spurningin snúast Þú veist alveg hvað þessi spurning. Byrju, Egill, var ekki spurningin einföld? Hvað var þetta? Hefur þú girt niðurúði í vinnunni? Ég er búin að svara. Já, ég hef komið búin. Helvitast, þú fljótur og svarar ekki. Ég þurfti að þess að spurja út í þetta. En já, ég hef náttúrulega gert það. Ég hef gert það 1000 sinni. Já, frábært. 3-3. Hefur þú dælt inn í rúmfattalega? Ói, hvað mein? Nei, ég þarf að fara að reyta sko þessar spurningar. Ég er ekki hægt að hleypa hverju sem er í loftið hérna sko. Þetta er bara eðlileg spurning. Þetta er náttúrulega aldrei eðlileg spurning. Ég verð að viðkynna eitt. Hún er rosalega random. Þetta er bara Af hverju að velja þessa búð og af hverju að segja þetta? Út af því að, hvað það er margar búður sem er með lager inn í nafninu? Rúmfatta lagerinn. King of lagerinn. Já, en auðvitað ég svari nei. Þetta er 100% viss? Já. Nei, Ríkard. Herðu, hérna já, ég menna maður var einu svona 18 ára. Ok, þetta er ekkert Rikki kom með þér líf. En bara ég ætla svo að tekja fram. Þetta er ógæslegt hvernig þú orðaði spurninguna. Ekki. Hefur þú dælt inn? Hefur þú eins og Gilsi þurft að taka vakt á skrúfulager? Hæ? Mjög þeitt að taka vakt á skrúfulager. Hvað er það? Þá kemur eitthvað kunni sýnir þér eitthvað skrúfu. Þú snýrið við, horfður upp í hillu og svona 6000 skrúfur og það leitaði henni. Negative. Nei, ég hef ekki lett í því heldur. Nei. Þið hef aldrei unnið alvöru vinn á lager sko. Ekki skrúfulager. Ekki fyrir að fara á skrúfulager sko. Hefur þú verið rekin úr lagervinnu fyrir að stunda samlíf á vinnutíma? Nei. Hæ? Þú stundar samlíf það ekki? Já, ég var ekki rekin fyrir það. Varst það ekki aldrei gripin í ykkur rugli? Herru, það er ekki eins og ég hef gert þetta daglega, sko. Þetta er ekki verið að reyður, ég er bara að spurning. Nei, ég fer bara á mángrís að vera reyður, sko. Nei, sko, Stendur, öll spurningakeppnin er búin að fjalla um þetta og svo trúðurum við hliðin að taka þátt í því. Ég er ekki að taka þátt í reynu. Ég bara, þú varst rekin á þessu kjúklingalager, það? Já. Er það ekki? Jó. Er það punktur á? Ég var meira að segja, sko, ég byrjaði að vinna 7 morguninn og ég var beðin að fara í hádeginu. Já, það var ekki fyrir að gera það niður. Ég var rekin að 4 klukkutíma var ég rekin. Var það fyrir að gera niður að segja það? Nei, það var bara fyrir að fýblast á færibandinu. Já, en það er líka, það er nei á mig. Ok. Ég hætti. Hefur þú fengið lagerjafl? Herðu, já. Rikki, það er 4 spurningar eftir, sko. Er 4 spurningar eftir þessu kjaftaði? Sagði að það væri full margar í það, sem þú að drífa okkur svolítið. Já, ok. Hefur fengið lagerjafl? Nei, hjá mér allavega. Ok. Ég bara manna ekki. Hvað varst þú að gera á lagarnumstætti? Vinna? Já, það er bara sem hann á að gera. Ég held að sé nei á mig. Heldur þú það? Já, ég er ekki öryggur. Ég nefnir ekki að geta Páls spurði hann. Nei, hvað heldur að hann veiti það? Þið vinnu saman hann. Já, heldur hann hafi bara verið með kameruna og Þetta er ógeðslega spurning en þetta ekki á því. Þetta er ekki búið, þú klárar keppni. 3 réttir. Ok, myndir þú segja að þú værir án efa graðast til lagargóður of all time? Herru, getur bara svara spurningu? Þetta tengist ekkert neinu. Þetta er bara spurning og ég ætla að svara nei. Já eða nei? Segðu spurningun einu sinni. Ég bara lokaði eyrunum. Já, slakaði bara saman. Svo æstur eitthvað til þú eru yði. Já, mér líður illa. Myndir þú segja Myndir þú segja að þú værir án efa graðast til lagargóður of all time? Nei, það er pottit ekki þannig. Það er pottit eitthvað graðar en ég. Graðari einhvern lagargóm sem þú þekkir. Kristinn Pálsson. Já, hann var sölumadur. Nei, hann var líka lagargómur. Já. Ok, reyndar, geðu það. Þannig að það er enda 5-3. Þetta er ennþá alveg keppni, sko. Ok, sko, Steinn, nú þið er að minna á. Þetta er ekki ennþá alveg keppni, sko. Það er bannað að ljúga. Auðvitað. Hefur þú tekið vinnuhreisting? Nei. Steinþór, búin að vera að vinnu, þú hættir skóla 12 ára, það segir mér aldrei í vinnunni. Hefur þú farið í vinnuhreisting? Ég hætti náttúrulega ekki í skóla 12 ára.
og það væri mjög skrítið að vera einhvers staðar að vinna 13 ára hrista sko. en ég hef aldrei gert það. Ég held ekki. Ég get ekki fullir það að segja ljúa. Ég held ekki. Ég man það ekki. Punktur á minn mann. Ég væntalega ykkur punktur. Ég bara, 100% punktur. ég meina, þú veist, maður er búin að vera í milljón vinnum. Það getur bara vel verið. Já, hendur bara punkt á mig. Þetta er hvort það ógeðslega þessi keppni að bara hendur bara punkt á mig. Ég er líka löngu búin að rústa. Við vorum líka, ég ætla að minna á, við unnum saman lengi sportusunni, ekki? Heldur ég hef verið þar inn á svo ógeðslega klósetti sem þú varst að negla í það? Negla í? Það meina að hæja mér í það? Já. Þú varst með skrifstofu sem bara læst og... En sko málega það hefur einhver tíman á ævinni séð svona úrslit. Er þetta ekki bara Já, það er ekki búið eftir. Og þið verða að vera komplettlíða. Þetta er mér skiptir máli ef þetta fyrir 7-3 eða 7-4. Akkur skiptir það þeim máli? Bara því ég er að dokumenta. Hann skráir þetta sniður. Hann er bara með heilu skjöli. Hefur þú hugsað? Ok, ég er lagurgómur og launin gætu vissulega verið betri. En ég er allavega fann að gera niðurum hérna eftir. Ég hugga með það. Það er svo mikið kjáta. Það er þess að Ríkard? Þegar maður held að þessi gæti ekki orðið veikari. Hvað með þessu? Ég hugsaði þetta ekki. Nei, ég hef pottitt ekki hugsað þetta nákvæmlega svona. Launin gæti verið betri en ég er að fyrir að gera það niðurum hérna eftir. Þú ert ekki með 2M og dínulagatum í rúmfattalagatnum. Þú vant alveg að hugsa einu sinni. Þetta er allan að jafndagur hjá Ríkka hérna. Við verðum að hætta þessu, þetta er svo mikið sko. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Já, FM 95 Blu hér á FM 957 og við drengindir þökkum ykkur kærlega fyrir hlustunina. Við erum búin að vera í stuði í dag að það er komið að öðrum klefa. Já, það er komið að klefa og málega þessi hérna, ég er mikill aðdáandi. Ég líka. Ég hef helviti gaman að þessu. Ég man nefnilega því ég heyrði hann fyrst. Já. Þetta er svo fyndið að þegar ég heyrði hann fyrst þá hendi Sveppi á þig sem sagt svona alls konar rugl orðum og þú varst látið hringi upp í Bíkó til þess aðtöku hvort það verið til. Þegar ég var að hlusta á þetta þá var ég fyrir utan Bíkó í breytinni og þetta var bara svona með því fyndnara sem ég heyrt lengi. Sko, málið er að þetta er það sem við gerum í dag er að ég hringi Egill, þú ert búin að skrifa niður orð. Já, ég mætti búið til ykkur orð. Já, ég veit ekkert hvað orð það eru. Ég vann í húsgagnabransanum í 5 plus ár. Ég veit alltaf hvað það drasleiti. En málið það þetta má samt eiginlega ekki make a sense. Nei. Egill er að semja þetta. Mér grunar alveg í hvað feeling þessi orð verða sko. En nei, þú voru að passa ég fór að sjá tölvuna. Ég renni einu orði á þig. Já, þú voru að snúin en ég sjá þig. Og við ætlum að, er ekki bara hringi ykkur á húsgagna? Þetta er húsgagnaverslun. Ok, erum við að vinna með það? Ok, ertu komið orðin eða? Já, ok, þú ert klár með þetta. Ok, ég er klár. Ok, ég ylva hérna á Korpitorgi. Já, ég ætla að vera á, nú, við veitum hvað stóra. Ég spóði að taka típu sem er á hraðferð. Ok. Þá er málega leið og farin að gæla of mikið við þetta, þá eru vottbæstæðir. Ok, ætlar að breyta röddinu, ekki vera steindi eða eitthvað? Já, ég vinn með eitthvað. Ok, ylva, klár Steinþór. Ok. Ylva, góðan dag. Já, góðan dag, við hvað talaði núna? Kristjana heiti ég. Já, ok, Þorsteinn heiti ég og er að vera hérna með sýningu eftir smástund hérna niður 101 og ég þarf að fá nokkur húsgögn hjá okkur og hvað er lengi að senda húsgögnin frá okkur? Sko, þú eru glæðið að græja það. Já, maður geti jafnvel komið þá bara með stóðan bíl og sótt þetta hjá okkur. Já. Já, ok. Sko, eru þið komin aftur með Júlunes komóðunar? Júlunes? Já, Júlunes komóður. Þetta eru bara basically svona venjulega komóður sem eru bara Júlunes komóður. Jólulega komóður. Nú hef ég ekki mikið tíma. Er þetta ekkert að koma upp í tölunni? Nei. En Limnes náttbólinn? Linnet? Já, Limnes. Það er svona náttból sem eru standa bara hjá rúmánum. Bara svona kemur ekkert upp eða skrifa Limnes. Það er bara svona einhvers konar náttból sem eru svipur 2 sekúndum með rúmur sem lítur þannig sér út eins og limur. Nei. Já, en ekki hafið en japp eldur skáparna hjá okkur. Hvað sér þið? Japp skáparna hjá okkur. Japp skápar. Nei. Er þetta ekki Ylva eða? Jú. Já. Kemur ekkert upp á að skrifa þetta J-A-P-O-L.
Nei. Japl, eldurskáp, nei. Heyrðu, þetta er... En eru þið þá konum við rasketsófana eða? Þessa bláu, hotsófana? Nei. Heyrðu, já, þá næði þetta ekkert lengra. Þið eru ekki með þessa rasketsófa? Nei, því miður. Ok, þannig þið eru ekki með Júlunes, Kommóður, Limnes, Náttbólun eða Japl, eldurskapana eða rasketsófana? Nei. Ég verð þá bara að prófa að ringja held ég eitthvað annað. Já, endilega. Já, ok. Þetta er svo mikið vesen. Vistu hvað það er? Þetta er bara vesen, ekkert annað. Shit, þetta er svo fyndið. Þetta er gaman að þessum það. Vá, hún byrja að tikka inn í tölvuna hérna. J-A-P svo vond. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. Hann er það Justin Bieber og þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Við ætlum aðeins að skipta gír. Við erum búin að vera í svona green gír og já, við ætlum að sjálfsög að halda því áfram. Komin tími á alvarlegu nótum. Já, ekki kannski alveg en svona virtari svona dagskrárliði. Já, sko, Auðun Blöndal vill meina að þetta sé virtasti dagskrárliður FM 95 Blu frá upphafi. Ég er nú alltaf tekið því með teskiðasalti. Ég er enda hef mjög gaman að þessu því að alltaf í einu er einn hestasaur og það er alltaf gaman að gíska á það. Já, ég veit það. Hefur ekki blöður frekar lélugur í líginni? Nei, hann er orðin rosalegur í líginni sko. Það er engi leið lengur að fatta hvað skíturinn er sko. Þá verður gaman að sjá hvað þið getið hjá mér. Númer 1. Ef meðal líkamshiti mannfólks væri 30 gráður en ekki 37, þá geti mannfólki lifað í 200 ár samkvæmt vísindamönnum. Já. Ok, þannig að ef þú keyrir niður líkamshitan þá tekur þú 200 ár. Eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvort það hægist eitthvað á starfseminni. Getur ekki einhvern veginn keyrt það niður þá? Já, ég meina sko Það sé ekki mælt með því sko. Þetta er bara verið að segja svona, það er bara verið svona hypothetically sko. Ég meina þetta make a sense í kvikmyndinu Demolition Man með Wesley Snipes og Sly Stallone. Ferð í hana í einhverju samlíkingar. Ein besta mynd sem gerð hefur verið. Og það er að Sly hefði að skeina sér og fór og talaði dónalega við græjun á vegnum og fekk papír og skeindi sér. Já, það grínast, hann fekk bara, hann kunni ekki nota skelljarnar, þannig að hann ákvaði að taka sektir og skeina sig með þeim. En málið er að alla myndir með Snipes eru náttúrulega bestu myndir sem gerða það verið, en þessi mynd er heldur góð og þá... Ég spá setja hana á í kvöld. Já, hún er rosalega. Og þá, voru þeir setnir í kælingu, þeir voru fristir, sko. Já. Og svo náttúrulega voru þeir bara geymdir í mörg 100 ár. Hvenær komið þeir, var það kannski kringu 2020 sem þeir eru að poppa hana upp eða? Mér minni það, ég er ekkert ólíkur Snipes Arnold var hérna fórseti og Já, og Snipes var í appisínugulum hlýraból í smekkbuxum með strípur. Sín líka oft, maður ofta fyrir IMDb þegar maður flett upp ykkur myndu sem maður langar að horfa á og síðan horfur við stundum á þetta metaskóranda hvað myndir að fá í einhvern svona frá þessum gagnrýnendum og gott dæmi hvað menn eru með hlóðurétt. Demolition Man er besta mynd allra tíma með 34 þar. Það er ekkert að marka þetta helvín. Þetta grínir, hvað, Passenger 57 það bara með 25 eða? Já, öruglega með þetta. Þetta meikar ekki sens. Númer 2, samkvæmt tannlæknum þá mæla þeir með að þú geymir tannburstæðina minnstakosti 6 fetum frá klósettinu sjálfu. Já, hvað er fet? Það er væntanlega inn í skáp. Ég held að 3 fet sé metr. Þegar þú ert að hæja þér, Richard og hægir þér og síðan tannburstöður þig hvað er tannburstinn? Tannburstin er bara inn í lokuðum skáp. Það er svo leiðis. Harðlæstum skáp eða? Ekki læstur, hann er bara lokaður. Hann er ekki að nota klósettbustan sko. Ég gleymi aldrei sögunni þegar Ásgeir Kolbeinsson Ég gleymi aldrei þegar ég fara alltaf eftir honum í sporthúsinu sko. Hann er ekkert skárið mitt sko. Það var að tróði sér prótinni í hádeginu og 2 tíma seinna þá þurfti að loka klósettinu í sporthúsinu. Við þurfum að fá Sant Kolbaran einhvern veginn aftur og segja þetta er besta hægingarstaðar sem ég hef heyrt sko. Býttu nú við segjum þetta seinna. Nei, kottu með hana. Basically bara ég þurfti að setja tyggjó upp í raskatið og mér á svo vandlikt ekkert mann eftir mig. Ásgeir lappaði inn og hann gleymir aldrei þessu. Það leiðnast við yfir hann. Þá var ég á mjög vondum mataræði. Og var þetta svona heavy? Rikki var ekki á þessu köttmataræði sem hann er í dag sko. Ég var á mjög slemmi mataræði. Ef Ásgeir er hlusta að koma í tækifæri og segja Nei, alls ekki. Númer 3. Notendur Facebook eru nú komnir í 2,5 miljard. Er það ekkert að þeirri niður eða? Það verðist alltaf bara að vera aukast. Pældi ég að vera með 2,5 miljard notenda. Ég myndi halda það fara að þetta niður og Instagram fara að fara vel upp á móti. Já, hér er stjórnlistæðarind líka. Orðið cock kemur upprænilega frá hana en ekki getnaðalim.
Já, ég meina, er það ekki vitað? Hvað er í anskotanum þetta að finna þessa sturlu í dag? Þetta Mástu að hugsa kokk all hérna? Var ekki að hugsa það, ég bara Þú er basically Þetta er störtlu staðreind Þú hefur- Kokk kemur að upprunalega að nafna hana Já, en ekki hani. getnaðalim Þú hendir í C og CK og bættir svo við á Google Insane Facts. Ég sá bara Kokk Hlustendur afsökunar þessu Ert þú að beða hlustendur afsökunar á Já, ég bara- einhverju? Öðruvísi sem er áður brá Jésús Næsta. Svíþjóð á McDonalds stað þar sem skíðalúa er og fólk tekur með sér þar Það er sniðugt. Þetta er bara fárulega góð hugmynd. Kemur bara gönguskiðum Ekki fyrir Lúðuna. svona steinda sem er á skíðum Stoppar og í lúinu og heldur hann að skíða Þetta er helst samt eitthvað svo illi hendur að vera, þú Já, ég var reynd að pælja, maður er með 2 skíðastafur eitthvað að ganga og halda á okkur McDonalds stæmi Nei, bara tillir, farið burger, eitt kaldan heldur hann að skíða En eru fytubólur mikið að skíða? Fitubólur Kallar þetta ekki svona stein, það er þetta nú bara ljótt sko. Nei, hvað minnur þau? Það er ekki bara Fitubólur fitubólur sem borða McDonalds Nei, ég er að segja að þú þarft að vera Fatsheim, alveg það mátt ekki fatsheima fólkið Þú þarft að vera alvöru fytubóla ætla eða þú þarft vona að renna núna- þér í lúu á McDonalds Ég ætla að sko. vona að steindi verið tekin í gegn núna Já, og maður kallar ekki fólk fitubólur, þetta er bara ljótt Ég er feitur og ég má segja hvað sem er feit fólk Þannig er staðan hérna Sjötta, samkvæmt kynlífsrannsókn Ertu fljótar eða koma ef þú notar vassmelónu í staðin fyrir böku? Hæ? Bitu Býtu, hvað er þetta að tala? Spólaðu baka þess og setja aftur Samkvæmt þetta á við karlmenn Ok Samkvæmt kynlífsrannsókn Ertu fljótari að fá fullnæðingu ef þú notar vassmelónu í staðin fyrir böku? Já, en þú veist sko Hvað notar vassmelun í? Hann er að tala um bara að hrista sig á henni sko Ég var ekki að, ég svo segi, þetta eru bara, ég er að lesa styrlaða staðarindir Já, en nú þarf ég böku? Hvernig böku þá? Það bara stóð pie, ég veit ekki hvað sé Apple eða eitthvað, en Hvernig getur þetta verið kynlífsrannsókn það sem þetta er ekki eins og kynlíf? þetta Það segir mér að einhver sem sagt stundaði mög með vassmelunu Tók og tíman svo hálftíma setna köku Það er daginn eftir líklega Ég Ekki bara, eins og ég hálftíma segi, ég las þetta bara beint, bara Sama sömu síðan og kokkspurningin Herðu, höldum áfram Það hefur oftast verið hugsað um Brad Pitt að fræga fólkinu í gegnum tíðina þegar fólk hefur stundar sjálfsfróun Ég skil, það er Sturlu staðrind Það er eitt sem er auðvitað, þetta er ekki horse manure En betur, hvernig var þessi könnun gerð? Bara fólk hefur kannski verið spurt ef þú ímyndaðir celebrity, þú veist, þú ert að stunda, þú veist, bara hvernig hefur hugsað En þetta er bara einhver könnun sem frægt fólk svaraði Nei, bara alls konar Það fólk er ekki meðal frægra Nei, Af öllum frægra af fræga fólkinu sem fólk hefur hugsað um Pittarinn, Þá er eðlilega. pittarinn nummer 1 Hvernig þú hugsaði um Stóni? Já, ekki pitt Ekki? Nei, Sást hann í Troy? já Það var rosalega Númer 8, 3 ár eftir George Clooney lék einu sinni samkynniðan hund í sjónvarstætti Sturlu staðrind Já, er það ekki í South Park? Á rétt hjá Steinda Já Hann sagði ekki orð, hann gelti bara inn á. Gelti bara Pæli hvað er geggjað að fá George Clooney til að tala gelta inn á hund Hver sem er geti gert sko Númer 9 Krafturinn og höggið í snjóflóðun og flatir daginn er eins og allur bílafloti landsins kæmi niður það fjall á 200 km hraða Já Sturluð staðrind, ég ætla að segja að þetta er ekki horsmanir. Þetta fekk ég að vita í morgun frá ofanflóðafræðingi. Býtu þannig að það er snjóflóð er jafn mikið og allur bílafloti Það snjóflóð Já. Þú veist náttúrulega bara sópaði heillir í höfn og bara skipum Já. Það högg og sá hraði það er svo allur bílafloti landsins kæmi niður fjallið á 200 km hraða. Það er rosalegt. Betur fyrir liðu allir það. Já, heldur betur. Og númer 10, bakaðar baunir er í raun ekki bakaðar, þær eru sáðunar. Já, frábært að vita það. Shit, hvað er, ok Nú er að renna hratt yfir. Já, hratt yfir líkamsiti. Ef það verður 30 gráður þá getur fólki lifað í 200 ár. Lýsjóminn. Tannlæknar, sexfit með tannbustan og klósett. Nótundu Facebook 2,5 milljarður. Kokk kemur upprunalega frá hann, ekki getnaðalim. Svíþjóð á skíðaðalúu, McDonalds stað. Kynlífsrannsóknin, þá ertu fljótur að koma ef þú notar vassmelónu í staðin fyrir böku. Oftast eru hugsaðan Brad Pitt að fræga fólkinu þegar að fólk hefur stundar sjálfsfróun. George Clooney, hann lék samkynniðan hund, krafturinn að höggi í snjóflóðinu og bakaða baunir. Svona. Hvað segir þú,
Ég ætla, mér finnst þetta að vera svolítið sko, náttúrulega þessi sjálfs kynlífsrannsóknarna með melónin og eplin, nei melónin og bökuna, Það er spes rannsókn eplabökuna. Það er mjög spes rannsókn og ég held einhvern veginn að ef það er einhver sem hefur gert rannsókn á þessu þá getur hann bara verið Rikki sjálfur. Já, menn þá er þetta ekki lígi Nei, reyndar ekki, þá er þetta alveg legit Þú rannsókn. segir vassbílun og baki, ég ætla að segja kokk Ég með langar líka að segja bökuðu bönundar sko, en ég ætla að segja að kynlífsrannsókn, já, það er rannsóknin. Já, það er hárið rétt hjá Steinda, það er engin melón á baka, ekki búin að pæli því, hvað ógeð myndi pæli því. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég, elsku vinnir, þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Við erum búin að vera í, já, ég er bara hrikalöfum gír sko. Þetta búið að vera gaman. Þetta er bara góð þáttur. Það líður hrætt líka, klukkan er 5:30, þá veit maður að búið að vera stuð hjá okkur Það er ekki ennþá kveikt á ljósastörum, það er ennþá eiginlega bjart. Já, svo dimma núna. Já, aðeins. Herðu, hérna, sko, stráka, það er komið að myndir fyrir Kæs. Já, þú ert með það. Ég er með þetta. Stóni er með það. Já, ég er með þetta. Og ég er spenntur að heyra hvað þið hafið að segja um þetta. Já. Ef við ekki bara vinda okkur í þetta. Já, bíðum ekki eftir neinu. Já, ekki eftir neina að bíða. Þá er það fyrsta spurning í mynduði fyrir Kæs. Mynduði ganga aftur í grunnskóla? Þá er ég að tala um sko, þá er ég að tala um gaggó. Þá er ég að tala um 8., 9. og 10. 8., 9. og 10. og myndi klára á samræði prófuna aftur. Taka þau aftur. Ok. Það er skemmtilegu tími Það er skemmtilegu tími. Það er skotbolta já. og Já, en samt eitthvað steiktur út á 38 ára. Já. Þannig að þú væri bara morgun, myndið þú vakna og verður ekki að fara að þjálfa upp í sporthúsi. Ok. Fyrir ekki, þú kemur ekki hingað. Nei. Þið væri báðir basically að fara bara í eitthvað gamla skóla Já. með krökkunum og fyrir þetta fengju þið 100 milljónir. Nei, ég ætla að hækka þetta. Ég ætla að hækka þetta með 150 milljónir. 150 milljónir. Ok, fyrir 3 ár. Þetta eru 3 ár. Og ég þá vantilega hætti í vinnu minni. Já, sko, þú getur allavega, þú myndir taka fund með fórstjóra og segja, heyrðu, geti ég fengið 3 ára leyfi. Og segja það við Þórhallur Akkurri. Ég þarf að fara í gaggó aftur. Já, og ég meina, hvað er svona þessi grunnskóla lengi núna? Hvað, 8:30 til hvað, 4 eða? Já, þetta er þægilegu tími. Já, stundum ertu búin fyrr og stundum seinna. En þá þarftu líka að fara heima að læra. Það er oft, það er að skila verkefnum. Ok, anskotin hafið, það ættum við að geta að rúlla þessu námsveitinu upp núna. En ég meina, þetta er heldur mikið peningur, það þarf ekki að hugsa þetta eitthvað frekar, ég segi já. Þetta er 50 á ári fyrir að vera bara í skólanum annars og Billy Madison. Ég er samt ekkert vissum að þú myndir rúlla upp þessu námsefni. Þú veist, við erum að fara að þátta og... Reynast með upprýðum. Já, sjáum við. Já, en ég meina, þetta er bara það mikil peningur. Þetta er life changing amount, signaði minn. Já, myndir að gera það? Þetta er líka bara, þú ert náttúrulega að fara að hanga bara með... Já, það er ekkert mál. Já, ég er ekki Já, ég meina, þú gerir það nú þegar hvort þið er. Þið er ekki besti vinnuðinn 16 ára? Nei, hann er ekki 16 ára. En hvað myndir þú gera? Sko, allir myndi ekki taka bara 3 ára pásu í sporthúsinu. Ég tala náttúrulega eins og hann sé í gaggó. Ég heldur með það gaman að fara í dyrunarskóla aftur. Já, þá myndir keri það. Já. Báður já. Ánægð með ykkur, þið myndir taka þetta Billy Madison. Já. Já, þurfum ekki að fara í... Ekki að fara í... Það þurfum að fara í 6 ára bekk. 6 ára bekk, sko. Og vinna þessu upp. Þá er það spurning 2 í myndir fyrir Kess. Myndu vilja vera með titling á þumlinum og þumal í klófinu fyrir 200 milljónir. Sko, nú þurfum við að velta steinum. Þetta byrjaði svona ágætlega hjá Steinþóri. Þetta er geggjaður peningur. Já, titling á þumlinum. Já, þá ertu bara með, eins og nú ertu með þumalinn hérna. Já, ég veit að við sjáum hann, sko. Já, ég veit að þú væri þar með félagann. En þú erir náttúrulega vantilega alltaf með, já, hanska, einn hanska. Býttu, fæ ég þá, þú veist, ok, nú er að setja mig þetta er það grillað, sko. Ertu að segja mig það að þegar ég bara labba svona og ég er bara með titling á einum þumlinum. Já, og þú ert með tilfinningarnar þar. Það með basically ef ég stundar samlíf, þá er ég að gera, nei, þetta er mikið, sko. Já, hugsaðu hvað þetta myndi bæta framistöðina í rúminu örglega líka. Hvernig færðu þá út? Nei, ég veit ekki, ég er svona að segja svona. Þetta býður upp að pæla í þessu. Það býður upp að marga valmöguleika. Ok. Ég held að sé ekki upphæðu til. Nei, ég held ekki. Sem myndi láta að maður setja lim á þumal. Já, sko, þú myndir náttúrulega vera alltaf. Það er saman hvað upp á að segja. Já, eða og svo ertu með þumal. Þú veist, hvernig ég að spila golf? Þá þurfa að setja titlingin utan golfkíl. Þetta er nei á mig. En sko, þú myndir ná betra gripi líklega. Nei. Heldur ekki? Nei, betra gripi? Hvað með að vefjónum utan kilvuna? Þetta er mest að kjafta það sem ég er. Það er nei á mig.
En ef við myndum hækka þetta upp í miljard, Skiptir engum máli hvað Ég verða bara að segja við Egil Boys. Sumt er bara ekki með til fjár miljardur Já, Miljardur Og þú ert með titling í staðan fyrir þumal Já, hver er skiptið? Og þú hittir Björga Tór og segir Kvitta hann á samningamli Og hann horfa á hendurinn þar með titling Þú veist, þú ekki að kvitta þitt Og allir samningar eru döð Já, þú myndir vantilega nota bara hina höndina sem rithönd. Já, og hérna bara aftur bak Æ, þá höldum við Ég ætla bara að hendi nei Já, nei Það er nei að báða Já. þetta. Já, takk. Herðu, Nei. ok. Já, er þið til í þriðju? eða? Ég veit það ekki Þetta er eiginlega lag, sko Já, sko Þannig ég var tökkunum Já, málega þið þurfið að hugsa þriðju. Já, ok Upphæðin er ekki há. Ok Nei Hún er 3 milljónir. Nú, ok En það tekur þetta ekki langan tíma. Þetta tekur sekundu. Ok Myndu við poti til hann og af ykkar fyrir 3 milljónir? Æ, Steinþór Nei, Steinþór Pota í Steinþór Ok, nú þarf ég að ræða það saman Ég verðum að tala um pot og svo Já. bara ertu góður. Nú náttúrulega bara þarf ég að stoppa þið Því að báðir afa mín eru látnir fyrir löngu síðan Spurningi telur enn. Ha? Er það að tala um ég graf? Nei Já, ef staðin er En þannig. getur ekki valið bara einhvern annan fjölskyldumæli? Já, ok, þú mættir velja þá þú mættir þá áttu ekki einhvern skrítin gamlan frænda sem er áskildur. Já, ég hugsa þetta bara strax Já, já Ég hugsa þetta bara strax Já, En nei, ég myndi ekki gera fyrir 3 miljonir Myndu ekki gera fyrir Segðu það. nafnið á hann Nei, ég er ekki að fara að segja nafnið á honum. Skellett fyrir annan, hlusta á það Nei, hann Ég skrýt eftir frændiðinn Aldrei að fara að segja nafnið á honum. eitthvað Rikki sagði Í frændiðinn Það er ekki að fara að segja nafnið á honum. Þannig að Nei, Rikki, ég myndi hann ekki bara- ég myndi Rikki ekki segir já. En maður spyrja, hvernig pota? Hvernig pota? Ná, bara rétt svo snert á bara búið vísifingur. Þetta er bara 3M fyrir eitt lítið saklaust poti penis Já, þetta er bara Ég þarf ekki eitthvað Frændaðinu sem þú hittir aldrei Nú ættamóti sem er skrítin og leiðilegur Þetta hvort það er. er Það er ekkert þess að þið ekki Þetta er ekkert vesinn fyrir mig. Hvað er þetta alltaf í eitthvað mega vesinn þá fyrir þig? Þú ert búin að segja mér hvernig ég á að gera þetta. Sitt gott heimskur. Wow. En það er ekki, þú hendir þér á þetta. Ég meina, ég veit að 3M fyrir sekundu. Þetta er helviti góð Má maður upphæð velja fyrir ykkur sekundu. frænda Já, þeir megi velja frænda með. Og hann er ekki að fara að kæra það neitt hann, þú veist. Nei, hann er bara til í þetta. Ég ætla að poti penisinu á áspilni frænda minn Þetta er 3M Ég Ég ætla ætla að það er í kvelli þetta Ég þarf að hittir hann áspjörn. Ég ætla að gera það líka en nafnið á þessum verður ekki sagt. Herru, þetta var sennilega eitt steiktasta myndur fyrir Cass sem haldið hefur verið í FM 95 Blue og Ég er nú ekki viss, þið hendur já á allt eða ekki. Þú er ekki. nei, ég hend ekki, ég ætla ekki að vera með titling fyrir þumal. Jú, þú sagðir ekki á Byrju ekki. þjóðin afsökunar Ríkard á þessu Hvað? Af þessari ketti Já, ég byrði ykkur innilega afsökunar, gott fólk. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og það er svona að fara að síga á seinni hlutan en við eigum svona, já, einn dagskarlega eftir sem ég hefði viljað sleppa en ég kemst ekki hjá því. Er komið að Spurt og svarað með gilsarunum og já, maður er svona pínu, ég er pínu hræddur. Þetta er ekkert vesen Þetta er bara, sko Þannig eru að hjálpa hlustendum Já, Þú veist, það er allir ykkur djöfs vesinni já. Og við getum leist þetta líka þetta allir Og ég get gerið fastlega ráð fyrir því að ég sé í báðum spurningum. Já, ég held ég nú ekki. Nei, held ég nú ekki. Eru við ekki alltaf allir? Nei, það hefur aldrei verið þannig þegar ég er hérna. Það er alltaf báðum spurningar á Er mig. ekki best að byrja þetta bara? Jú, Byrjaðu. byrjum þetta bara. Byrjum á eina, ok Sælgilsari Hörru, ég er frekar pirraður núna Eða frekar pirraður Mjög pirraður, sko, mjög með stórum stöðum Hvað er Ég að er sjá? búinn að vinna hérna á lager og Reyðarfirði Ég hef verið 6 ár núna Tja, á þessum 6 árum hef ég girt niður með nákvæmlega 0 sinnum Akkurat, já, sem segir hann aftur 0 sinnum Ekki 1 lager í afl Nú það segir ekki að það valla tók því fyrir hann að mæti buxumanni í rúmfættalega Hvar sagði ég það og hvenar? Hvar sagði ég það og hvenar? Getur ekki að segja í reyðfyrringur hvað hann er? Getur ekki sagt á það? Æ, hann, sko Þetta er Ég er að lesa Já, ok, spurningu. haltu áfram. Ég lesi e-mail og hann segir, hérna, núna segir ekki að það valla tók því fyrir hann að mæti Já, þú varst búin að lesa það. Þú varst búin að lesa þetta. Því hann Sagður þetta gerði ekki? Nei, ég sagði aldrei. Haltu áfram með bréf, ekki lesa það sama. Tók því valla fyrir hann að mæta í buxumanni í rúmfattalarum því hann gerði ekkert annað en að gera niður úr sig Stimplaði sér inn Fekk lagar í afl
og fór heim Núna er ekki búin að vera að glorifæja lagerlífstílinn Þetta bara að vera bimjar og tróðfulla skúfur af peningum og lagerjöfl alla daga Er ekki með tími til að Rikki útskýri þetta og drægi tilbaka þetta helvitis píramíta svindl sitt Kveðja Stefán Ha? Já Hvaða píramíta svindl? Já, basically hann er að segja því að þú ert búin að vera í þú ert búin að rúlla í hvítum buxum og bimmum og ert búin að vera í rosalegu lager ævintýrum en ekki hann Er það eitthvað lager lífstíl að það er að vera á BMWF og hvað er í gangi? Hann er að tala um að þú ert búin að vera að hæpa upp hennar lagerlífstíl Skilur út að bimma og það eru skúffur með Það er eitthvað skúffur en ok Og jagur í öflu og allt þetta Og gæni bara held þetta væri meira svona hans flottar lífstíl en hann greinilega er að upplifa hann á Reyðarfirði Og getur þú bara útskýrt það fyrir eitthvað fyrir sem Stefáni hann bara hvernig ég bara skil ekki spurninguna Já, hann er basically að spyrja hvernig getur hann fengið bara þína lager upplifun Ég bara, hvað heila blóðfall er í gangi hérna Ég bara, býtu að því að ég vinn á FM keirum á BMWF og er í einhverjum hvítum buxum er ég þá að hæpa upp eitthvað píramítasvindl Nei, hann vil bara meina að þú ert út á við þegar fólk fylgist með þér og veist, það er bimmið að það eru hvítabuxur og allt þetta og ég öppla alltaf dag og eitthvað og síðan eru menn að elta því í þessu lífstíl og þeir fá ekki the basics og píramítasvindl að topparnir eru bara á bimmum og hérna fólki sem fer undir þá er ennþá bara á spark og í krónu, skilur þú? Ég ætla bara að vera, ok, nú ætla ég bara alveg hinskilin ég er bara greinleika heimskur að svangur ég bara skil þetta ekki, ég veit ekki hvað ég ótskýra sko. Ja, Stefán, því miður færð þú ekki svar Þetta er bara það grillasta sem ég bara heyrt á æfinni sko. Já, það er bara og það er bara svo bara það fylgir sögun til hlustenda það er ekki lager jafn daglega við höfum það bara alveg á hreinu Næsta spurning Já, Stefán, það fekk ekki svar en þá kom hann að spurningu Sælgilsari Ég er mikill aðdáandi FNÍ FM blöð því Bjargi mér hérna í vinnunni byrja að þakka það fyrir það Já, minnstamóðið, galið minn Ég er nettur spilafíkil eða gambler, veit ekki hvað ég á að kalla þetta en allavega nokkri félagar sem elskum að gambla blackjack, roulette, poker sportsbetting, elskum þetta allt saman Við getum náttúrulega ekki farið í kasínó á þessu drep leiðilega landi þannig að það þarf að fara eitthvað annað Ég stakk upp á að fara á Hard Rock Hotel í Tampa eða bara Vegas en strákarnir vilja endilega fara til Atlantic City borgin sem var the shit upp á 1850 Ég leist ekki vel á það en ég frétti að Steinþór sé að fara hann í næstu viku aftur í 18. skiptið þannig að þetta hlýtur að vera geggjað Mælir þú Steinþór með Atlantic City og hvað er þetta að skoða flottan í borgin? Það sagði eitthvað að Atlantic City væri hellhole Þetta finnst mér ósangjart Þetta er geggjuð spurning, ég elska hana lið Málið það, nú ætla ég að fá að verja mig En ertu að fara hann eitthvað restur í? Ég er að fara ánga, já Ég veit ekki með Hvernig að það fara hann? Býtu Ég ætla að fá að verja mig Hvernig áttu leiðin við flugvel? Ég vaknaði daginn við SMS sem var klukkan 5 morgunin eða eitthvað eða 3-4 nóttina og það var frá Huga Halldórssoni sem er frá Sauðárkróki sem sagði, gamli ég var að bóka þið með til AC af því hann er með alla mínar upplýsingar eftir alla draumaferðna, seriurnar og allt hann er bara með vegabrið mitt, hann er með allar upplýsingar hann getur bókað mig hvert sem er og svo sendur hann mig bara reikning og hann bókaði mig í þessa ferð en ég ætla heldur ekkit bara að kasta honum fyrir rútuna og ég ætla að segja, ég er bara til í þessa ferð Er það ekki? Jú, en Hvað myndir segja svona kostur og gallar í borginnar? Það er náttúrulega ekki neitt þetta Það er ekki, þú veist að þú komið þetta Þetta er bara, ég sá náttúrulega bara fullnóta mannesku í smellijökinbuxum í leðufrakka aska í hárið á krakkanu sinna það var viðbjör Þú veist, þetta er ekkit hægt En það er svona börðustu blöð líka fyrir því að við ætlum að fá að taka 2 daga í New York Ok Þannig að við erum búin að köpa með á Seinfeld Þessi fellow gambler sem er að rífast við vinni sinna hvert er að fara og þeir vilja fara til Atlantic City þannig myndir þú mæla með Atlantic City, þú múin að fara hann 18 sinnum? Nei, alls ekki Ég myndi bara alls ekki mæla með því Ég myndi eiginlega bara mæla með að fara hvert sem er annars staðar í heiminum Það er það sem það eru Þú þarf að fara til AC 18. skiptið og er á móti því Út að fara næstu viku Já Hvað tölur þetta að henda á í rúletu? Ég spila ekki þess að það látið ekki svona Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu
Við erum búin að vera í stuði í dag, strákandir. Fljótur er tíminn að líða þegar er gaman. Því Það var gaman að fá þig, Richard. Já, það er alveg gaman að koma svona. Ég kalla mig stundu, ég stundu kallaði litli bróðið þáttanins. Ég vil meina að ég sé svona stýrimaður fyrir skipstjóran. Hún er 5-6, djöfull leið þetta hratt. Það er alltaf að sjá það líka. Þú er búin að vera bara með alibringur í æð og æfa alla daga og hvað? Ég er búin að taka mér 6 kíló slétti í janúarmánuði. Alibringi. Já. Það er ekkit Ég kom niður fyrir 90, ég kom inn í 89,5 kíló. Richard. Já, ertu á íbúfenkúrnum með það? Nei, ég er bara Hvaða kúr er þetta? Bara holl og góð mataræðisneiður. Já, ok, fóstu í allt lífrænt eða? Nei, bara holl og gott mataræði. Rikki fyrir eiginlega bara í all-in keto Já. og æfir svo skepna. Ég sé þig alltaf daglega út í sporthúsinu. Hvað er alltaf að hlusta á okkur? Þetta með tónlist eða eitthvað podcast eða hvað? Tónlist, alltaf þegar alltaf því ég lifti núna, alltaf eftir hvert einasta sett í liftingum, þá sippa ég 100 sinnum. Þannig ég kannski taka 20 sett og þá 20 sinnum 100 sipp, það eru 20 sipp. Og ertu að hlusta á þungarokk eða? Nei, ég hlusta á góðan dans. Ég er mikið að hlusta á svona live úr Tomorrowland. Ég rótir að stjara tónlist og Doc, alltaf gaman að hlusta á þegar ég er að hlusta á eins og ég er að hlusta á Doc og svona podcast, þá get ég ekki verið á æfingu því ég sóna svolítið út að því ég vil hlusta og einbetta mér því ég er að hlusta á þetta. En ertu byrjaður að sprauta í þig eða? Nei, og það verður ekki gert til þess að koma sér í form. Ef að ég gerir það, þá er það algjörlega í læknaskinni. Steinþórsson. Þú ert ekki komin að það í einhverja rótsterka Thailandska bólan eins og talar daginn. Nei, annarkvæmt bara heiðalega rótsterka bóla eða klemma eða anadróli. Þú ert ekki að toucha neitt af þessu? Nei, ég er ekki að toucha neitt af þessu og hingar ágjur. Ég er ekki að fara að gera það. Ekki eins og deka? Nei, ég ætla aðeins að plugga sjálfur mér. Það verður stemming á hverfisbarnum í kvöld svona klukkan 9. Pubquiz með Richard. Já, það er party pubquiz. Við ætlum að mæta félagarnir. Já, þið ætlum að mæta. Það er klukkan 9. Það eru frábær tilboð á barnum. Það kostar ekkert að taka þátt í pubquizinu og það eru frábæri vinningar. Herru, pæli í veislunni í dagstrákar. Það er síðasti í Allir geta dansað. Lokað þáttur. Og við viljum að fólk tjúna inn. Við viljum að blöða detti þegar það græða allir. Já, við getum henda eins á stöðulinn 15 þegar ekki. Og ef ötti dettur. Og svo þegar það er búið, Richard er með pubquizið og trailerinn að Steindakom var að detta út og hann er inn á Facebook síðu Stöð 2 og ég ætla að minna leikin, við erum að gefa áskriftir af Stöð 2 og Stöð 2 Marathon þannig að fólk getur hort á seríuna sem byrja 14. februar þannig að ef þú hendir hann á Stöð 2 Facebook síðu Stöð 2 inn á Facebook síðu Stöð 2, likea og taka við horfir á trailer og takkar hvernig viltu horfa á þættina og þættina vera geggjaðir, þannig að endilega hendur hvernig takið þátt. En hvernig er þessi með pubquiz, Richard? Hvað er þema? Þetta heitir bara party þema. Ég bara spyrja hvað Kynlíf. Nei, bara, ég skal bara segja þetta heitir party pubquiz. Þetta eru bara skemmtilegar stemmingsspurningar. Þetta eru all hljóðspurningar eða myndbandspurningar, myndaspurningar. Bannað að googla í pubquizinu. Bannað að googla, það er brottrekstur. Þú sér eitthvað trúið googlandi. Þá er bara brottrekstur. En akkur hefur þetta ekki svolítið persónulegt, líka eitthvað svolítið þig? Ég meina, það kemur spurningum í kvöld. Hvað í íbúðinu finnst mér besta stundu kynlíf? Heldursunu? Já, nú held ég að sé ég klæði mig upp sem hvað og þykist verðmeta íbúðuna þegar ég ætla Fastansali. Ég ætla að fara að parta þessu saman í kvöld. Herðu, Penn og Teller, þeir eru komnir í gang hérna. Kæra þakkir fyrir hlustununa. FM 95 blöður aftur á dagskrá að vikuliðinu verið sæl. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 blöð.